Rúnar, það 1-0 tap hérna gegn HK í kortum. Svona, frá mér séð var það svona hálf andlaust framlið. Það rétt metið hjá mér? Varst á leiknum með það? Ég var hérna. Já, einmitt. Við vorum svona 60% með boltann, mun betra liðið. HK átti ekki færi leiknum. Það eina fyrirgjöf sem verður að mark úr. Við brennum að vítaspyrnu og erum bara töluvert betra lið að mínu mati. Þannig að þú veist, ef þú hefur ekki sömu tilfinningu og ég, þá náttúrulega höfum við bara aðra sína fótbolta og það er alltaf góð. Mér fannst alltaf ekki mikið einhver svona clear-cut færi. Nei, það vantaði smá eins upp á svona gæði á síðasta þriðjung og til að koma okkur í flotta stöður við fullt af fyrirgjöfum og fullt af hættulegum sóknarfærum og þá vantar oft kannski einn sem að næra stangan í netið, boltinn svífur framhjá mönnum og oft þetta bara spurning millimetra, sentimetra eða kannski metra í hvort að sendingin rati á hausinn á mönnum eða ekki. Og við vorum alls ekki andlausir, við vorum mjög metnaðarfullir í dag að koma hingað og ná í sigur. Það þýðir það ekki, eins og þú heldur kannski, að maður þurfa að fara og henda öllum fram á fyrstu 5 mínútum. Leikurinn 90 eitthvað mínútur pluss og við vorum með gott vald á leiknum og ég var ánægður með hann og eina sem vantaði var bara mark. Það kemur ekki fyrir hér á 88. þegar HK á fyrirgjöf sem að siglir í gegnum allan bakkann og rúlar í markið. Það var svona burt séð frá úrslitunum, ertu þá svona ánægður þá með frammistöðuna? Ég get ekki verið annað. Við erum töluvert meira með boltann, við stjórnum ferðinni, erum á mínum mati mun betra lið. Ég er aldrei ánægður að tapa, en frammistöðulega vorum við mjög fínir. Við vorum frammistöðulega mjög góður á móti KA í síðustu umferð, en þessi báðir leikir gefa okkur ekki neitt. Við erum búin að tapa þeim báðum og við erum búin að tapa þeim báðum á 90. mínútu eða 89. og það er kannski eitthvað áhugjefni, en leikurinn í dag og vilji leikmanna til að hlaupa og berjast var til staðar og ég hafði ekki út á eitt neitt að setja. Það eru 4 töp núna í röð í deildinni, svona, hvað finnst þér valda því? Við erum alltaf búin að vera frekar óheppnir með meiðsli undanfarið. Kemur maður í manns stað og það lenda allir í meiðslum. Við höfum ekki alveg náð að hérna svona laga það, ég get ekki sagt laga það, við höfum ekki verið eins öflugir síðan þá. Við erum búin að tapa jöfnuleik á Skaganum 1-0 og við töpum jöfnuleik á móti KA 2-1, við töpum núna fyrir HK í jöfnum og ekki jöfnuleik 1-0 og það svíður dálítið því að mér finnst frammistaðan okkar í heilt yfir ef ég tek sumarið bara fram til þessa, þá finnst mér við vera búin að búa til mjög flottan grunn. Við erum að gera fullt af flottum hlutum, ég er ánægður með rosalega margt í liðinu, en við þurfum að þora að vinna fótboltaleiki og við þurfum að hafa hausinn í það því að það er náttúrulega mental þátturinn vegur þar þungt og við þurfum bara að klára leikina betur, við þurfum bara að klára síðust 2 mjög illa og fyrir það erum við að fá 0 stig og við erum búin að vera í toppbaráttu nánast allt tímabilið, við erum búin að inn í topp 6 allt tímabilið þangað til í síðustu umferð töpum við KA og við ætluðum okkur að komast í úrslitaleik í næstu umferð með sigri hér í dag. En því miður að þá er þetta bara ráðið núna fyrir að vera í topp 6 og fyrir að vera í neðri hlutunum. Svíður það mikið að ná ekki þarna upp í topp 6? Það svíður mikið því að eins og þú komst inn á, við erum búin að tapa 4 leikjum í röð núna og þar á meðal fyrir KA og Akranes, liðin sem er búin að vera að berjast að komast í topp 6 og stig hér og þar hefði hjálpað okkur mikið og við erum aðeins búin að svona að renna á svellinu síðustu 4-5 leiki og eins og ég segi, við náttúrulega erum bara búin að missa dálítið hjarta á liðinu þegar við missum okkar 2 miðjumenn í Tryggva og Tiago og við erum kannski þrátt fyrir að Adam kemur hér inn og gerir vel í síðustu leiku aftur í dag og fleiri leikmenn hafa verið að taka við keflinu þá kannski höfum við ekki náð að fylgja eftir með að búa til betri færi og skora mörk og okkur vantar dálítið að skora. Takk hérlega, Rúnar. Takk.